Handhafi heiðursverðlauna Íslensku tónlistarverðlaunanna 2026 hljómsveitin Toddmobil. Segja má að Toddmobil hverfist 3 einstaklinga sem hver í sínu horni höfðu hvatt sér hljóðs og vakið athygli fyrir tónlistarsköpun sína í mismunandi myndum. Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson í hljómsveitinni Pax Votis, Eyþór Arnalds sem meðlimur í Tappa Tíkarassi og loks Andrea Gylfadóttir sem hafði slegið í gegn með hljómsveitinni Grafík og lokið prófi með bravúr sem óperusöngkona frá söngskólanum í Reykjavík. Þeir Þorvaldur og Eyþór höfðu gengið samhliða í gegnum nám í tónlistarskóla Reykjavíkur, þóttu með eindæmum hæfileikaríkir og sýndu fljótt að þeir sendu á einhvern hátt gegn ríkjandi hefðum í tónsmíðasennunni á Íslandi. Það var því eiginlega ljóst fyrirfram að samkrull þeirra þriggja yrði einstakt á sinn hátt og áhrifaríkt. Hugmyndin að nafni hljómsveitarinnar kom úr 8 mm hryllingsmynd sem vinur Þorvaldar var að gera. En þar lék Þorvaldur ofurhetjuna Todd sem ógum á trillitækinu Toddmobil. Fyrsta lag þeirra, sameiginlegt, setti tóninn þegar það kom út á safnplötunni Frostlög og ári síðar leit fyrsta plata þeirra dagsins ljós, Betra en nokkuð annað, sem kom út haustið 1989. Gagnrýnendur voru sammála að platan væri eitt efnilegasta byrjandaverk í sögu dægurtónlistar hér heima og lagði sveitin með þeirri plötu grunninn að sérkennum sínum, sem blanda af framsæknu rocki, rafpoppi og klassískri tónlist. Toddmobil heillaði, þau geisluðu á sviði og yfir þeim var vandað yfirbragð. Andrea átti engan sinn líka í söng sínum. Þorvaldur líkur ofurhetju með rafmagnsgítar af vopni og Eyþór þeim við hlið standandi með rafmagnssali, slíkt hafði ekki sést áður. Auðvitað Toddmobil ekki eingöngu þau 3, en sveitin hefur ávallt skartað hæfileikaríkum hljóðfæraleikurum. Í dag skipa Toddmobil þau Andrea, Þorvaldur Bjarni, Eyþór Arnalds, Eiður Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólafur Hólm Einarsson sem öll hafa verið í sveitinni áratugum saman. Eyþór Ingi Gunnlaugsson starfaði með sveitinni í mörg ár þegar nafni hans Eyþór Arnalds hefði tekið sér hlé frá sveitinni. Vilhjálmur Boði söng til skamms tíma en fyrir nokkru sneri Eyþór Arnalds tilbaka. Toddmobil hefur gefið út fjölmargar plötur á þessum árum. Meðal þeirra eru Betra en nokkuð annað, Toddmobil, Ópera, 2603, Spillt, Perlur og svín, Sinfonía og Opus 6. Og fyrir útgáfurnar hefur Toddmobil hlotið fjölmörg verðlaun. Lög eins og Pöttulagið, Í Tígulagadal, Brúðkaupslagið, Stelpurokk, Lomm mér að sjá, Ég heyri raddir, Stúlkan og mörg fleiri hafa heillað þjóðina í áratugi. Toddmobil hefur á síðustu árum vakið hve mesta athygli fyrir öflugt tónleikahald. Og eins og áður öllu tjaldað til. Auk þess að útsetja tónlistina fyrir symfóníuhljómsveit og kóra, þá hafa þau dregið heimstækt tónlistarfólk sem sérstaka gesti til landsins. Fólk sem hafði haft áhrif á hljómsveitina á þeirra mótunarárum. Þannig hafa John Anderson úr Yes, Genesis goðsögnin Steve Hackett, Mitch Ure frá Ultravox, Nick Kershaw og Tony Hadley úr Spandau Ballet sungið og spilað með Toddmobil. Hljómsveitin heldur því áfram að heilla og gleðja gamla aðdáendur en leið að draga yngri kynslóðir að töfrum tónlistar Toddmobil. Handhafi heiðursverðlauna Íslensku tónlistarverðlaunanna 2026, Toddmobil.